Viktorandleg fræði, 16. kafli, áhrif annarra. Umhverfi okkar sem og annað fólk geta haft mikil áhrif á líðan okkar sem og lífið og stefnu okkar í lífinu. Margir eru áhrifagjarnir og láta oft á tíðum skoðanir annarra sem og lífstefnu stjórna lífi sínu og stefnu og einnig leitast sumi við að öðlast samþykki og góðvild annarra fyrir lífi sínu og verkum. Allt það sem hér er upptalið er í raun skerðing á eigin frelsi sem heftir líf okkar á för. Þetta hindrar okkar eigin framgang í lífinu og tefur einnig þroska sálarinnar og að hún ná að upplifa og ljúka sínum verkefnum hér á jörðinni. En þetta er samt sem áður afar algengt hvort sem einstaklingurinn er meðvitaður þessa hegðun eða ekki, því oft á tíðum er þetta ómeðvituð hegðun. Þetta tengist oft innrætingu foreldra og kemur oft frá barnæskunni þar sem barni reynir að uppfylla óskir foreldra og reynir að geðjast þeim á einhvern hátt. Slíkt getur haldið áfram eftir að einstaklingurinn þroskast og fer á stað út í lífið og flytur úr foreldrahúsum og þá taka aðrir við hlutverki foreldrana sem viðkomandi reynir að geðjast og hefur áhrif á líf og framferði einstaklingsins. Í raun er þetta hluti af þroskaferli sálarinnar í einhver tíma en síðan er verkefnið að slíta sig lausan frá þessum áhrifum og lokum öðlast frelsi og verða frjáls og óháður einstaklingur í samfélaginu. Mikilvægt er að hlusta ávallt á innsæi sitt og leyfa því að ráða för og vera staðfastur í skoðum sínum og stefnu og láta ekki aðra ráða neinu þar Því hver og ein sál hefur sín markmið og að fara sínar leiðir og því eru skoðanir og stefnur ólík frá manni til manns. Enginn getur gengið för annars og því þarf hver og einn að læra að hlusta á innsæi sitt og nota það sem sinn áttavita í lífinu en slíkt er leiðin til farsaldar og leiðin til góðs. Það er sú leið sem hver og einn á að fylgja svo sálin megi þroskast og öðlast hækkandi meðvitund í hverju skrefi lífsins. Margir eru meðvitaður þessi áhrif og þessa leið til að stjórna öðrum og notfæra sér þetta sjálfum sér til framdráttar og þannig hafa margir vald yfir öðrum, hvort sem það er meðvitað eða ekki. Það er eitt af verkefnunum í andlegri opnun að vera meðvitaður áhrif annarra og það vald sem þeir geta haft með óbeinum hætti yfir öðrum. Mikilvægt er að standa ávallt á skoðunum sínum á kærleiksríkan hátt, að læra að tjá skoðanir sínar og langanir við aðra, án þess þó að ganga á annars hlut, það er leiðin fram. Að læra að segja nei og já þegar það á við án þess þó að fá slæma samvisku. Að hjálpa náunganum þegar getan og löngunin eru til staðar, en segja nei sé getan ekki fyrir hendi. Margir óttast viðbrögð annarra, fái þeir neitun, en slíkt er óþarfi og mikilvægt er að vera ávallt staðfastur varðandi skoðanir sínar og stefnu. Sá sem hefur lifandi stjórn annarra langan tíma mun finna og skynja þegar þessi stjórnun linnir og mun upplifa mikinn létti innra með sér sem á frelsi. Tískustraumar í samfélaginu eru dæmi slíka stjórnun þar sem einhverjir aðrir ákveða strauma og stefnur sem margir síðan fylgja án þess þó að gera sér grein fyrir því að þeir eru undir stjórn og áhrifum annarra. Hver sál hefur sín verkefni í lífinu, verkefni sem hinn innri meðvitund reynir að beina viðkomandi á til að leysa og því fer hver manneskja sínar leiðir í lífinu en oftast þroskar sálin sig í nánum samskiptum við annað fólk, maka eða lífsförunaut, nánustu fjölskyldu, ættingja og vini. Þó svo að sálirnar þroskist saman, þá er hver sál með sín verkefni og hver og einn gengur sína för en sálirnar hjálpa hver annari og leiðbeina. Þrátt fyrir þessar tengingar við aðrar sálir þá eru mikilvægt að vera frjáls gagnvart öðrum og fara þá leið innsæi vísar hverjum og einum. Einnig er mikilvægt að setja ekki fólk á stall né eiga sér átrúnaðargoð í einhverju mynd. En þetta eru skýrdæmi að vera undir áhrifum annarar persónu. Þetta er algengt hjá yngra fólki og gerist ofta á unglingsárum þegar unglingurinn á sér átrúnaðargoð í tónlist og eða kvikmyndum.
Hafa ber í huga að enginn er meiri en annar, þó svo að viðkomandi sé frægur og þekktur. Hver sál er mikilvægur hlekkur í langri keðju sem leggur sitt að mörkum í þroska heildarinnar, eining af allt sem er. Því hefur veraldleg staða lítið vægi hér þegar á hólminn er komið.